Við höldum áfram hér í Hörpu og sjávarútvegsráðstefnunni, það kaffihlé í gangi þannig að smá kliður en ég veit að heyri alveg ágætlega í okkur. Við erum að fara í aðeins aðra átt, við erum að vera í nýsköpun, stjórnmálum, forstjórum en nú erum við í svona málstofustjórum og búin að koma að fá til minn hér þau tvö sem að stýra málstofunum hér og eru svona, kannski eru að hlusta mikið og verða með mjög áhuga að vera að loka málstofu. Þetta annars vegar Birna Einarsdóttir, fyrrverandi bankastjóri Íslandsbanka og núverandi stjórnarformaður Iceland Seafood og hins vegar maður sem kannski myndir ekki hugsa sjávarútvegur og svo Bergur Ebbi Benediktsson en engu að síður, fyrirlesari, rithöfundur, uppistandur og ég veit ekki hvað og hvað. Velkomin, takk fyrir að sitja með mér. Takk. Herru, má ekki eiginlega bara byrja þar? Ég byrja þér Bergur Ebbi, hvað ykkar hlutverk hér á þessari ráðstefnu? Já, við erum ráðstefnustjórar eins og kom fram hjá þér og svo erum við líka að hlýða á öll erindin eins og góðir ráðstefnustjórar eiga alltaf að gera og reyna að draga saman svona helstu punktana og svona stóru línurnar og reyna að nú oft ráðstefnustjórar fá það hlutverk að taka svona aðeins saman í lokin og oft fá svona 5 mínútur, mestalega 10 mínútur í það. Já. Það getur oft verið svona mjög verðmætt og við ætlum að gera þetta saman og svona aðeins að leggja meira í það og verða með málstofur á lokadeginum á morgun og það sem við ætlum að draga saman svona og við ætlum að skipta verkum og hlýða á allar ráðstefnuna og reyna að ná lykil niðurstöðum. Já, það er að bæði yfir það svona sem hefur verið merkilegt að koma fram hér og líka reyna kannski svolítið að setja þetta svolítið í samhengi við bara hvert þessi geir að fara. Já. Og mér finnst það þurfa við sem ráðstefnustjóra, það er verið að tala um að róa í sömu átt. Já. Þegar maður róa eitthvað þá er maður að fara eitthvað. Þannig að það er alveg finnst mér áskorun að halda öllum við það efni. Við erum ofsalega upptekin að því að horfa í baksýnisspegilinn, hvað hefur verið gert, við erum að tala um ákvarðanir stjórnvalda sem að menn er ekki sáttu við og allt það. Auðvitað þarf að halda því á lofti, en hér erum við saman komin til þess að horfa fram á veginn og mér finnst það mikilvægt að við höldum því striki. Og ég var núna á málstofu með þar sem var verið að ræða nýsköpun, þar eru menn að horfa fram á veginn og setja hluti í frábær samhengi. Og ég ætla bara að nefna til dæmis eitt, að það var fulltrúi frá Kerecis að tala þarna og við vitum alveg það svakalega ævintýri sem það var og hann er að segja okkur það að tekjur þeirra eru 25% af útflutningsverðmætum í þorski. 25%. Það sem þeir eru... Bara 4 viðbót, var þetta komin Já, ég var einmitt að hugsa það Þannig að, og einhver hefði einhver trúað þessu? Nei. Þannig að auðvitað leynast svona hugmyndir víða og þannig að það var gaman að vera í þessu nýsköpunardæmi. Þú varst aftur á móti inn í... Kallað dýrtíð á Íslandi. Já. Niðurstaðan var einföld, það er dýrt að... Það svarið var já. Já, það er dýrt að reka fyrirtæki á Íslandi. Nei, það var mjög góð innsýn af því að eins og við vitum þá er þetta trend að það er meira ferskum fiski að fara til útlanda og vinnslan ekki miklu mæli á Íslandi og ýmsar ástæður fyrir því og til mikils að vinna kannski að breyta því aftur. En það eru áskoranir. Það var einsýn og talað við Sighvat Bjarnason sem er einhver fiskvinnslu í Lettlandi og líka fekir innsýn inn í starf þeirra sem eitthvað vinnslu heima og það eru bara, náttúrulega launakostnaðir kemur oftast upp launaþróun sé svona, já, bara maður sér kúrfurnar tvær, launavísitalan fer aðeins hærra upp heldur en verðið á afurðum og auðvitað er þetta bara á endanum einhvers konar reikningsdæmi en það er til svo mikið að vinna að halda vinnslu á Íslandi, það er ekki bara eitthvað að horfa á einhverja tölur það getur verið, þú fær meira fyrir afurðin ef hún er unnin allt sem kemur í kjölfarið, allur þessi iðnaður sem við erum að skapa sem var kannski meira fjallað í nýsköpunar málstofunni og jafnvel yfir í aðra iðnaði, bara eitthvað wellness iðnað og eitthvað fleira og kremin og smyrslin og lýsið og allt þetta það myndi ekkert koma ef við myndum taka þann fisk og hendur hann bara í gám og beint til útlanda, hann kemur í tengslum við frekara vinnslu á hann. Mjög góður punktur, en þetta er samt mikilvægt atriði sem kom fram í morgun og mér finnst mjög margir vera að tala hér, þetta sem Ægir Páll var að tala að það er að aukast að við séum að selja fisk óunnin úr landi. Það hefur aukist og sérstaklega varðandi þorsk og það eru tegundir þarna sem eru 50% af því sem við veiðum erum að senda beint úr landi á þess að vinna það neitt frekar hér. Þarna eru náttúrulega tækifæri og við sjáum fyrir okkur
mér sýndist það svona, það sem var verið að reikna svona aftan á servítu, að það væri jafnvel sko 10% aukning í verðmætum ef að við myndum vinna þetta hér meira heima. Og þá segir ykkur að 10% í rekstri rosalega mikið, ef þú eykur tekjurnar innan 10%. Og það á ekki að kasta svona tækifærum frá sér. Og við eigum að standa saman að þessu og Ægir Páll var svolítið að velta upp. Hvað á að gera? Á að setja lagasetningu? Hvernig, eða er þetta bara viðhorfsbreyting þeirra sem eru í veiðum að segja ég ætla að selja til þeirra sem að vinna þetta hérna heima? Þetta er rosalega stór spurning bara fyrir íslenska þjóð, það er mikið undir hérna. Framtíð sjávarútvegs er framtíð íslenska þjóðar. Við þurfum meira fólk til Íslands, við ætlum að halda þessu áfram. Já, það er rétt. Við þurfum að gæta að því. Og bara sjávarútvegurinn, þegar mikið verið að tala ímyndamál, það er svona eitt af hlutunum sem við erum að tala Ég held að þessi ímyndamáli sé ekkert eitthvað svona fólki sem bara hlýtt við sjávarútvegsins og allt það. En þegar kemur að því að bara fólk vilji taka séns á sjávarútveg og vinna við sjávarútveg, hvort sem það er í vinnslu eða líka bara mennta fólk sem er að sinna markaðsmálum og sölumálum og allt það. Það er bara þá er sjávarútvegurinn, hann er því miður aðeins búinn að fjarlægast svona kjarnan í okkur. Það er svona ekki, hann er ekki lengur svona efst top of mind kannski hjá öllum sem eru bara að íhuga sína framtíð og starfsframtíð. Nei, ég var einmitt að ræða þetta við Höllurund Lóadóttur sko áðan og Framsók sem að svona hún var að tala að því að Úlfar Adolfsson og Marel kom líka inn á þetta hvernig svona bara byggja framtíðina strax, þú veist að kannski vantaði meir og Svein Margeirsson sömuleiðis og byrjum. Þetta er búið að vera mikið það sem að Berggraupi var að koma inn á. Ef þú hugsaðir sko þína framtíð þegar þú fer í háskóla, er það lögfræði, viðskiptafræði, bara svona maður myndi halda að við myndum ýta fleirum í nýsköpun. Svona í tengdum ekki bara sjávarútvegi, það er orka, það er landbúnaður, það er svo mikið að tækifærum þar sko, að kannski, og þá talaði hún einmitt hún Hallarund sko hvað sjávarútveginn væri að fjarlægjast okkur þráttur að hann væri hér allt líkindi sko. Það er rétt. Ef ég var ung kona í dag, þá myndi ég fara og læra eitthvað þessu tengt og fara að starfa í þessari grein. Já. Af því að hún er rosalega spennandi. Og þetta er svo, og það er svo margir sem segja, ég vil vinna alþjóðlega. Þú getur ekki meira alþjóðlega heldur en þessu bransi. Maður tekur eftir þeir sem að tala og ég er búinn að vera að fletta prófílunum líka á fólki sem er að kveða sér hljóðs og svona. Já. Þannig að það er rosalega algengt að þetta er einhver sem er alveg svona venjulegur prófíll af manni sem kveður sér hljóðs hérna er sko svona kannski jafnvel meira en rúmlega miðaldra maður sem er alveg upp í Vestmannaeyjum eða eitthvað, þú veist, alveg upp í kringum þetta og stórkostleg prófíll alltaf og ævi og harðdugligt fólk og svona. En maður hugsar, þetta er sko í svona mjög stóru samhengi, þegar ung fólk heyrir svona sögur og hugsar kannski sko, já en ég er nú bara alveg upp í smá í bóðakverfinu og er þetta eitthvað fyrir mig? Já. Eins og þetta sé svona þú þurfa að vera hálfpartinn fæddur inn í þetta. Og núna eru vissulega að vera kynslóðaskipti hjá þeim sem eru jafnvel eigendur og stjórnendur þessara fyrirtækja og það á ekki að taka þessi sjálfsögðum hlut að ný kynslóð, hún sé yngri, sé eitthvað miklu frjálslyndari í eitthvað rekrútment og öllu þessu. Af því að við horfum bara alveg blákalt á það, auðvitað hef ég bara fulla trú á nýrri kynslóð og allt það, en það horfa blákalt á það, þá er kannski kynslóð samt að fara að taka við sem að hefur líka, er að taka við kannski svona stöndu og öflugu búi, hefur meira að tapa og er kannski, svolítið bara líka í hagsmunagæslu eftir því. Já, það er spennandi. Ég er einmitt að fara núna næst á vinnustofu, eða er það kallað vinnustofur, já, svona mannauðsmál í þessum geira og ég er bara spennt að heyra hvernig hann hefur þróast, hvernig menntunin er að þróast og hvernig fólk við þurfum og af því að þú varst að segja áðan sko, ef við ætlum að fullvinna þurfum við fleira fólk. Það er búið að gerast náttúrulega svakalega mikið í tæknibreytingum sem gera það verkum að við þurfum mikið færra fólk og enda er orðið erfitt að fá fólk í þau störf þannig að það er störfin sem hafa helst dottið út. Þannig að þetta er að verða alveg störf þar sem að þú þarft að vera með menntun og þekkingu og allt það. Þannig að margt spennandi gerast. Já, það er svona einmitt bara svona, kannski störfin eru svolítið að færast annað, ég meina kannski fólkinu og gólfinu alveg svona hefur fækkað með þessari nýsköpun, en að því sögðu að þá bara eins og vorum hérna frá Stiku áðan, þar sem er sko verkefni í gangi sem búin að fá alþjóðlega styrki upp okkur 12 milljónir evra, sko þar sem við ætlum að vera að lækka kolefnissporið en auka verðmætin leið, sko. Þannig að þú veist, þarna er náttúrulega myndast náttúrulega líka störf, en allt öðruvísi störf. Já, í þessum svona tengdu greinum og það er mér svo mikið sagt í að ég er nú ofta að velta fyrir mig jafnréttismálum, svona kynja jafnréttismálum og að konur hafa
enn meiri áhuga á nýsköpunin í þessu og eru mjög sterkar þar inni og það bara vinnu góða, við höfum bara að fagna því. Ótrúlega áhugavert að hlýða á umræður mannauðsmál sko, í þessum bransa. Það er alltaf verið sagt sko, bara fólk er hart af sér í þessum bransa. Þetta er bara sjómennskar er ekki grín og allt þetta, en það er bara örugglega margt sem að má líka bara aðeins skoða með það. Að gera þetta kannski svona, kannski er ákveðnir þættir í þessum bransa sem mættu vera aðeins manneskjulegri, bara eins og gengur. Svona, vitandi hvernig samfélagið allt hefur breyst. Og til þess að nú myndi vera að taka samtali hér yfir 2 daga sko. Herru, það er bara klukkan, ég bara heyrði bókstaflega í bjöllur, þetta er bara eins og komin til skóla sko. Birna, Bergur Abbi, takk kærlega fyrir komuna, þið þurfa að fara að stýra næstu málstofu. Við höldum áfram eftir augnablik, síðasti fyrirlestur eða síðasta viðtal dagsins svona eftir korter eða svo.